Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Komið sæl og velkomin eftir að Rauða borðinu. Ég heiti María Lilja og ég með góðan gest hingað komin að ræða gleymd menningarverðmæti, danslög fyrir fiðlu. Það er Atli Freyr Hjaltason, vertu velkomin. Sæl, takk. Atli, þetta kannski svona óvanalegt svolítið fyrir ungan mann að vera að grúska í, en þú ert að safna á Karolínu Fund fyrir útgáfu bókar. Já, það til ég að segja okkur aðeins frá henni. Já, við sem séum að gefa út bók sem að er birting á handriti frá 1864. Við tölum vegna þess að það er ekki alveg vita nákvæmlega svona hvort það hafi verið það árið eða þarna í kring. En þetta handrit inniheldur sem sé danslög fyrir fiðlu. Þau eru 50 talsins vegna þess að sum þeir eru skrifið oftar en einu sinni og önnur eru, það er ekki alveg víst hvort þetta sé 2 lög eða 1 sem eru saman sko. En þetta eru svona cirka 50 lög fyrir fiðlu, síðan eru 3 sönglög á dönsku. Þetta er rosalega mörg lög. Þetta er rosalega mikið sko og þetta er tilheyrið því sem við köllum í dag gömlu dansana. Það eru valsar og polkar eða reyndar er ekki polkar í þessu en það sem verða síðar polkar. Og þetta eru lög sem voru öllum líkindum leikin fyrir dansi í Reykjavík, þarna á þar síðustu öld. Og sá sem að skrifaði þetta, það var hann Jónas Helgason sem að er kannski ekki svona þekktasta nafni í dag en ansi merkilegu maður. Ég held að hann hafi verið með þeim fyrstu sem að lærði orgelleik í Kaupmannahöfn af Íslendingum þar að segja. Stofnaði fyrsta söngfélagið eða kór á Íslandi, söngfélagið Hörpu og samdi söngverk og fleira. Og bróðir hann sem spilaði líka með honum, Helgi Helgason, hann var líka fiðluleikari, hann fór að læriði málmblástur úti í Kaupmannahöfn og stofnaði lúðraþeytara félag Reykjavíkur og hann samdi til dæmis Öxar við ána. Þannig að þeir bræður voru miklu svona menningarmenn í Reykjavík á sínum tíma. En þetta er einmitt eins og ég sagði hérna upphafið, þá er þetta eitthvað sem eru gleymd menningarverðmæti. Hvernig gleymist eitthvað svona? Já, það er góð spurning og ég er eiginlega ekki alveg viss hvernig á svarinu en svona það sem ég hef svona verið að rekka mig á er að þegar við Íslendingar förum að velta fyrir okkur hugmyndum þjóðdansa og tónlist og fleira, þá horfum við svolítið á það sem við upplifðum sér íslenskt eða öllu heldur ekki erlent og það er eins og kveðskapurinn og dönsunum væri það þá sagnadansarnir og vikivakarnir og slíkt og já, Ólafur Davíðsson og fleiri sem voru að skrifa þarna 1890, þeir fjölluðu það að hérna hljóðfærin og þessir paradansar og það væri bara erlend menning og þar leiðandi ekki íslensk. Og mig grunar svona að þetta hafi fallið í kannski gleymsku einfallega bara vegna þess að þetta þótti ekki merkilegt. En það er þó mikilvægt að nefna að sko þetta lifði áfram og lifir ennþá í dag, gömlu dansarnir og þó svo þessi mestleiki á harmonikur, að þá er þarna óslitinn tónlistar menningararfur sem að hefur verið hérna allavega síðan 1800. Það voru haldnir dansleikir og leikið á fiðlur 1810 og 9 Jörundur Hundadagakonungur náttúrulega á sínum tíma hélt ball og þar var leikið fyrir dansi á fiðlu en með ungmennahreyfingunum sem bárust landið og þá náttúrulega komu þessi menningar áhrif frá Norðurlöndunum og víðar og svona lituðu okkar. Já, einmitt að því að þú nefnir fiðluna, þetta er svona, þegar ég rækka augun í þetta og hugsa á fiðlu, það var ekki svona, það sem ég tengdi einmitt við íslenska svona dans og þjóðmenningu. Nei, einmitt, já. En þú segir einmitt að þetta sé kannski svona, þetta hafi við allavega verið og mögulega þá undan harmonikutónlistinni og já, það er svona með. Einmitt, ég held að harmonikan, hún kemur svolítið seint, hún kemur þarna eftir 1820, þannig að það hafi verið fiðlur hérna 1810 og 9 sko, þá er hún hérna fyrr. En auðvitað þá vorum við dönsk eða hluti af Danaveldi og þar á leiðandi ekki ósennilegt að fyrirmennirnir frá Danmörku hafi nú haft menninguna með sér. En hér var auðvitað leikið á hljóðfæri eins og alls þar annar staðar. Magnús Stephensen lærði á flautu í Bessastaðaskóla áður en hann fór til Kaupmannahafnar í nám.
og það var fyrir 1870 sko, nei 1770 ætla ég að segja og þannig að hljóðfæri hefa verið hérna og í Þingeyjarsveitum þá voru fólk að smíða fiðlur og það eru til íslenskar fiðlur, eða það er að segja smíðar á Íslandi og í Vestmannaeyjum líka og víðar, þannig að fiðlurnar hafa verið áberandi en það kannski ekki besta hljóðfæri fyrir íslenska veðráttu úr tré og með strengjum sem geta slitnað og þá eru harmónikkurnar sem eru fjöldaframleiddar og ódýrari kannski eðlilegri kostur svona. Nú svona mikið talað íslensk gildi, kannski aðeins öðru samhengi og hérna íslenska menningu en samt einhvern veginn virðist sem svona raunveruleg íslensk menning, hún sé ekki beint í tísku eða veki ekki áhuga fólks og hafi ekki gert það í mjög langa tíma. Þessi þjóðmenning danslög og balltónlist og svo þetta bara tvísöngur og allt þar fram eftir götunum. Hvers vegna heldur þetta sé? Af hverju höfum við svona lítinn áhuga á þessari menningu okkar? Það mjög góð spurning. Það sem kannski greinir helst í dag að þjóðmenning oft bendluð við öfgahreyfingar og við sem erum mest í þessu erum að vinna með þjóðbúninga og dansa og tónlist og söng og texta við erum allir lefum að fullyrða ekki þar og það gerir kannski markaðssetninguna svolítið erfiða á þessu en ég held að hluti af þessu náttúrulega að vera ekki föst í fortíðinni og ég upplifi sjálfur sem lista- og fræðimaður starfandi í þessum geira að það er svolítið svona það er svolítið flókið einhvern veginn að koma þessu frá sér að sko þetta er bara menning eins og hver önnur og í allri menningu þá er alltaf þetta samtal við þá sem á undan koma og svoleiðis og við erum kannski bara svolítið við bundum kannski þjóðmenningu og menningararf inn í hugmyndur þjóðerni í sjálfstæðisbaráttunni sem að ég held nú hafi verið alveg eðlilegt að gera á sínum tíma en það sem hefur kannski verið erfitt er að stíga frá því sjónarhorni og hugmyndur þetta sér íslenska og þetta, ég held að þetta eldist ekki tóðalega vel og verkefnið okkar núna því að svolítið reyna að breyta orðræðinni og hafa þau áhrif að horfa á hlutina út frá öðru ljósi og eins og það að hætta að horfa á sér íslenskt og af því að það er allt innflutt hérna, fólkið kemur hingað, við erum ekki komið frá Noregi og víðar þarna fyrst fyrir rúmum 1000 árum og síðan þá hefur allt verið innflutt og það hægt að breyta þessu sjónarhorni og reyna að hafa þau áhrif að hætta að afneita hlutum sem við upplifum ekki íslenska og þetta hefur náttúrulega mjög slæm áhrif líka bara eins og þegar kemur að innflytjendum og allt er þetta samtal og menning er samtal og samtal þeirra hópa sem eru hérna og við sjáum það að á 19. öld þá er fólk að hneykslast á dönsku áhrifunum og núna er komin fjarlægð og þá fyrir við að horfa þau sem raunverulega íslensk og eða svona í nýljósi þar að segja en ég held líka að það sem spilir svolítið inn í að væntingar almennings til eins og bara sviðslista eru svolítið miklar í dag og við erum svo vön að geta farið á Spotify og hlustað á tónlist sem er virkilega breytt og löguð og alveg sko allt fullkomið og við borgum ekkert fyrir þetta borgum bara einhverja eina áskrift og fáum aðgang að allri tónlist meira og minna og í gæðum sem bara standast ekki raunveruleikann oft og það gerir það líka svolítið erfitt þegar maður ætlar síðan að fara að setja á sviði eitthvað eins og kveðskap sem byggir á tónkerfi oft sem að er ekkert voðalega áheyrilegt fyrir nútíma eyru mikrotónar og alls konar svona spennandi og svolítið breytilegu taktur og líka rosalega getur verið sko langur performance 4 klukkutímar eða eitthvað svoleiðis og 1 söngvar allan tíman sem syngur og ég held að hluti af þessu að maður auðvitað að vinna með arf sem kemur úr svo allt öðru samhengi öðru samfélagi, það sem eru önnur tækni og aðrar væntingar til skemmtunar og það er líka alveg rosalega spennandi að máta það við nútíman og sjá hvað virkar ekki, hvernig það að breyta og hvaða áhrif hefur nútíma listamaðurinn á efnið og hvernig hægt að vinna það einhvern veginn fram Já. Og
Já, það er skemmtilegt, það einmitt allt þetta samtal sko hvað menning sé, hvort að menning sé eitthvað sem einhver eigi eða hvort að það sé eitthvað sem maður eigi að deila og þá hvernig maður horfi á það svona heildrænt. Já, og það svolítið tengist þessu sko því að lögin í bókinni eru ekki samin af Jónasi. Eða öllum líkindum ekki. Heldur þetta líklegast tónlist sem hann að afrita úr öðrum handritum eða útgáfum eða eitthvað sem hann hefur heyrt og lært og það einmitt þetta höfundaleysi. Það teilir þessum þjóðlistum alveg rosalega. Það þetta maður að flytja verk eftir aðra eða verk eftir einhvern óræðan höfund og það ekki einstaklingur sem skiptir máli heldur það samhengið sko. Já, þetta mjög skemmtilegt. Þú ert þjóðfræðingur, er það ekki rétt? Skilið. Og þetta nú svo sem bara eitt af mörgum verkefnum sem að þú hefur verið í. Þú hefur verið með svona þjóðleg skemmtikvöld áður og ert í þjóðdansafélagi, er ekki rétt hjá mér? Jú, ég er í þjóðdansafélagi Reykjavíkur og heimilisinnaðafélagi Íslands, Skvæðamannafélagi Niðurni og fleirum. Og starfa mikið á þessum vettvangi bæði á Íslandi og erlendis. Og við höfum verið það hefur verið svona samtal við samfélagið hefur verið áhersla hjá mér í þessu og sameina líka. Það hefur verið svolítið menning fólk velur sér eitt og er bara þar. Þannig en ég horfi svolítið á þetta þannig að þetta er allt sami hluturinn sko. Og að fólk getur, það er óhætt að svona dreipa á fleiri stöðum sko. Hefurðu alltaf haft þennan áhuga? Fórstu snemma, ég meina þú ert ungu maður, fórstu snemma svona í þessa átt? Eða var þetta eitthvað sem gerðist seinna? Já, ég byrjaði í þjóðdansafélaginu sem barn 2011. Þá var ég 10-12 ára. Og þá var það nú bara það að það voru útlandaferðir og það var engin áhugi endilega á þjóðdönsum eða svoleiðis. Og erlendis. Þau náðu þér svona. Já, þetta var algjörlega sko og þá var farið á þessar hátíðir, norrænar þjóðdansa og þjóðmenningahátíðir og þar fekk maður að stíga inn í svolítið merkilegan heim, bara það sem eru peningar sem fara í menningamál og þar að leiðandi bara fagfólk, kennarar og tónlistamenn og rosalega áhersla á samveru og samfélag og þessa deildu menningu líka sko, að hvað er eins, hvað er öðruvísi og svona og það var alveg opaslega spennandi og skemmtilegt og síðan ákveði ég að fara í þjóðfræði í háskólanum og síðan einhvern veginn þegar ég var hálfnaður með námið þá fattaði ég það allt í einu að gæti nú fara að skrifa þjóðdansa og tónlist og svoleiðis en áherslan hefur einhvern veginn alltaf verið á samfélag og þetta að skapa vettvang fyrir fólk að vera saman og dansa og spila tónlist og svona skoða einkennisklæðnaðinn þjóðbúninga sem við notum og og fleira. Þetta einmitt, þetta svona samtal samfélag, já það nú ansi oft við þetta borð. Það eru ólíkir hópar og einhvern veginn, við komum alltaf inn á þetta að við erum mjög leitandi eftir samfélagi akkurat núna. Við erum, Ísland, við erum tiltölulega ungt samfélag og kannski fengum ekki alveg fullt tækifæri til þess að þróast og verða því sem við ætluðum okkur. Það var svona hernaðarlegt inngrip sem var til þess að við kannski svona fórum aðeins hraðar og fram úr okkur og mörguleyti töpuðum við kannski þessum tengslum en að því þú nefnir sko peninga og fjármunum fjármunir séu settir í menningu. Finnst þér, ég bara hreinlega bara að þetta vanti eða vantar bara einhvers konar vitneskju meðal ráðafólks eða hvað er það sem veldur? Það er þegar stórt er spurt. Ég held að megi alveg segja það að það sé erfitt að sækja peninga í sérstaklega svona verkefni eins og þessa bókaútgáfu núna en það er kannski ekki endilega ég held að það sé eiginlega meira vegna þess að það er ekki menning fyrir því að gefa þessu vægi og hér erum við í rauninni að svolítið, ég er ekki að segja við séum fyrst, það alls ekki, það hafa verið rannsóknir og ég meina þjóðdansafélag Reykjavíkur hefur náttúrulega síðustu 70 og eitthvað árin unnið að þessu sko, en mikil verðmæti í þeim hópi. Já, algjörlega og bara brautryðjandi starf og ég meina við sjáum það samt að sko eins og söfnun þjóðdans á Íslandi byrjar meira en hálfri öld á eftir hinum Norðurlöndunum og það eðlilega kannski hefur í för með sér það að við erum ekki komin jafn langt
og því að vinkona mín sem býr í Noregi hefur nú sagt mér að það auðveldar að vera þjóðlagatónlistarmaður í Noregi heldur en klassískur og það svolítið fjarstæðu kennt á Íslandi. Já, það ótrúlegt. Og ég held að vandamáli liggi kannski ekki í einhverjum einum hlut en klárlega að við erum að mínum að þetta svolítið ennþá að vinna með svona gamlar hugmyndir þjóðerni eins og áherslun á séríslenskt og leið og við finnum eitthvað þjóðlag sem hægt að finna einhverju rödd í einhverju matrikala í Ítalíu, þá þetta ekki lengur þjóðlag sko. Það var að búið að glata titlinum vegna þess að það orðið erlent lag þó svo það við komið hingað fyrir 800 árum eða hvað sem það sko. Og ég held að séu svona ríkjandi hugmyndir sem að gera það verkum að það voðalega vandmeðfarið að fjalla og færa rök fyrir svona hlutum og stunda þá og alltaf verið að véfengja gildi þeirra sem menningu. Og ég held hvernig þá? Ég bara eins og þetta að tökum sem dæmi gömlu dansarnir sem eru iðkaðir af aðalega eldri borgurum í dag en hafa verið í lifandi menningu hérna yfir 200 ár og kennsla hefur bæði verið í grunnskólum, Rigmor Hansen og fleiri kennarar hafa kennt en það voru líka bara ömmur og afar sem kenndu barnabörnum, foreldrabörnunum sínum og það eru til staðbundin tilbrigði allt land og áhrif frá frönskum sjómönnum og norskum og dönskum og tónlistin og þetta hefur alla burði til að vera þjóðdansar en þetta ekki þjóðdansar á Íslandi vegna þess erlent. Og það kannski fyrst núna þegar það fyrir að koma ákveðin fjarlægð að við fyrum að skoða þetta sem þjóðmenningu en ekki bara sem erlenda menningu sem stundu hérna með einhverjum íslenskum blæ og þetta held ég sjónarmið sem eða svona sjónarhorn sem ansi ríkjandi í mörgum svona greinum og ég held að þetta sé svolítið skemmandi í umræðinni og ég held að þetta einkennist svolítið eða útskýrist svolítið af þessum landamærum að við erum eyja og við erum ekkert voðalega vel í stakk búin að glíma við þessar umræðu sko nágranna og að mörkin geti kannski verið svolítið óskýr eða skiptir það máli ef að eitthvað kemur til Íslands fyrir 300 árum og þú veist, þetta ekki orðið íslenskt eftir einhver tíma og líka bara eitthvað gagnaði að tala það sem íslenskt eða og ég held að þessu umræða sé svolítið Ég bara ekki vissum að ég hafi heyrt nokkuð af þessari umræðu bara yfir höfuð. Það líka kannski hluti á málinu. En við kannski, það svolítið svona þetta, hvað alvöru íslenskt og af hverju skiptir það hreinlega máli, sko. Og ég fekk Árna Björnsson þjóðháttafræðing hérna eitt skipti til mín og við vorum einmitt að ræða þetta sko íslenska menningu og íslensk gildi með því þessu samhengi sem svona fordóma fullt fólk sem vill síður hafa útlenska menningu hérna við vorum svona að ræða þetta í þessu samhengi og hann sagði mér einmitt þetta og að það væri í rauninni ekkert til sem héti íslensk gildi eða íslensk menning ef hérna maður væri svona að fara eftir þessu sem þessi tilteknu hópur talaði það ekkert sér íslenskt. Nei, einmitt. Já, nákvæmlega og það svolítið þetta líka sko. En hins vegar þá sjáum við það að hérna eins og textum í handritum hefur verið hampað og eðlilega vegna þess að það var svona ákveðið pólitískt útspil í sjálfstæðisbaráttunni, það eru handritin og það gullöldin og það þessi við skrifuðum sögurnar sko og þar að leiðandi yfirfærist það mjög auðveldlega yfir á eins og dans og þegar Ólafur Davíðsson að skrifa hérna vikivakakaflann sinn í íslenskum gátum, skemmtunum, leikjum og þulum eða ég man aldrei röðuna á þessum titli að hérna þá skrifar hann að sko við áttum dansa sem voru alveg spes, íslenskir og frábærir og ég náttúrulega umræða mjög og þetta er mikla meiningar í þessu hjá mér en hann skrifar þetta við áttum þessa dansa og þeir voru dansar á gleðunum og hétu vikivakar og elstu menn muna kannski eitthvað eftir þessu bernsku en þetta alveg horfið en þetta var frábært og þetta var alveg séríslenskt og þetta var og hann notar auðvitað ekki orðið séríslenskt eða svoleiðis en hann hins vegar hafnar svolítið dönsku áhrifunum sem á sínum samtíma sko og höfðu verið ríkjandi í yfir 100 ár sko þegar hann kemur til sögunar og þetta svolítið held ég það sem svolítið ennþá viðhorf
og ég meina við erum að tala fiðlur og það bara því haldið fram í gríð og erg að hér hafi ekki verið neinn hljóðfæri. Einmitt. En hvað gerist þegar hljóðfærin koma og af hverju eru það ekki merkilegt og við tölum þegar hljóðfærin koma en það ég held ég ekki þetta fullur að það hafi ekki verið neinn hljóðfæri hérna í og því hefur verið haldið fram að Ísland hafi verið danslaust samfélag tvisvar og Voða leiðilegt. Já, en sko þjóðdansafræðingar almennt hafna því að það sé ekki skrifað dans ekki forsendur fyrir því að hafi ekki verið dansað. Og þarna erum við svolítið eftir og ég talaði við þetta út frá þessum þjóðdansafræðum sko, ekki út frá kannski mörgu öðru en þetta svona mjög held ég áhugavert og bara hvernig við skilgreinum hluti og hvernig við gefum þeim vægi sko. Og eins og með þessi danslög að sko, þetta náttúrulega menningararfur og ég flokkaði þetta til þjóðdansa en það þarf ekki að vera aðrir gera það. Nei. Og ég hef verið að sýna svona víð landið íslenska þjóðdansa og með þjóðdansafélaginu og það hefur komið fyrir að ég hef verið svona króaður af eldri borgurum og að við lesið yfir mér að ég hef ekki verið að dansa alvöru þjóðdansa sko. Já, og þá eru það dansar sem að voru komið til landsins 1920 frá Noregi, innblásnir af svona þjóðdansa endurreist þar, hringdansar og þá var verið að syngja kvæði úr þessum handritum og við svona þá samtíma koreografíur innblásnar af norskri túlkun á færisku hefðinni sko. Og það eru alvöru þjóðdansar sko. Fyrir ákveðinni kynslóð og meðan næsta kynslóð hafnar þeim algjörlega og finnst þeir bara að vera endurspegla þjóðverðnisromantík og þannig að þetta svolítið svona vand með farið málefni sko. Þetta það. Og sér í lagi vegna þess að þetta það er mjög lík menning hérna á þessu svæði hérna á Norðurlöndunum. En segðu mér kannski aðeins svona svo áður en ég sleppi þeir út í daginn hérna frá þessari bók sem þeir eru að gefa út. Hún þetta er væl og fín bók. Hvað er hægt að sjá í henni? Er þetta nótur bara eða? Já, við sem sé fengum handriti ljósmyndað á handritasafni Landsbókasafns Íslands, Háskólabókasafns og þetta alveg þó nokkrar blaðsíður. Ég man ekki alveg núna hvað eru margar við ákveðum að taka út fullt af auðum blaðsíðum því það er lítill tilgangur í því að eða peningi að prenta auðblöð. En þetta eru ansi margar blaðsíður, handskrifaðar og við ákveðum að skrifa þetta allt upp og til þess að gera þetta að aðgengilegu efni þá ákvaðum við líka að sko, eins og skrifa útstyttingar og ef það eru augljósar villur eða ef það eru nótur sem eru aðeins of klessulegar þannig að fyrir aðeins svona er þetta þessi nót eða þessi þá ákvaðum við að svona útskrifa þetta svona á spilanlegan hátt sko. Já, bara svona editera. Já, svolítið, en það eru þau sem hafa skrifið nótunar upp, þau eru Inga Freyrsdóttir sem er master í norrænni þjóðlagatónlist og Vegar Vordal sem að er hérna þjóðlagatónlistarmaður í Noregi var þjóðlagatónlistarmaður ársins 2020 og með 25 ára reynslu þar í svona alls konar fiðluleikari og þau hérna skrifuðu nóturnar upp eða Inga skrifaður og síðan las Vegar yfir og þau leiðréttu og þannig að það birtist bæði ljósmyndir af hérna handritinu í góður upplausn og lit og síðan þá er hægt að spila nóturnar og síðan vísum við í handritið þannig að fólk ef það vill spila alveg eins þá er hægt að læra þetta sjálf og bera saman og mótmæla okkur og síðan kom upp það samtal sko hvaða gagn er það að gefa bara út nóturnar og þú veist af því að þetta náttúrulega er ekki eitthvað sem að er upp á borðum almennt og það er bara fiðluleikarar sem að myndu kaupa svona bók. Já, algjörlega, en líka það að hérna, þessi dans, það er ekki lifandi menning núna fyrir dansfiðluleik og þessi saga kannski þekkist ekki, þannig að það var ákveðið að skrifa stuttan kafla dansmenningu í Reykjavík á 19. öld og síðan smá kynningakafla á Jónasi Helgasyni, skrifara handritsins og aðeins dansgerðirnar í handritinu hversu hratt á að spila þetta hvernig hérna, hvar eru áherslurnar og fleira og síðan ákvaðum við að það væri heldur ekki nóg að gera það heldur þyrfti fólk geta hlusta á þetta líka og því mun Vegar og núna er hann að vinna í því held hann sé bara að taka upp núna en hann tekur öll lögin í handritinu upp og flytur þau
bæði út frá dansstílnum en líka út frá hljóðupptökum sem eru á Þjóðfræðisafni Árnastofnunar, Ísmús, af íslenskum spilurum úr Þingeyjarsveitum og úr Dalasýslu sem spila þar og hann greinir spilastílinn þeirra, hvernig þeir spila og hvernig þeir móta tóninn og hversu hratt og hvernig danstakturinn og svoleiðis og þannig að það kemur út samhliða bókinni upptökur af öllum lögunum það sem hægt bæði að læra eftir eyra en líka hægt að hlusta eftir spilandanum og það kemur líka kafli sem fjallar svolítið spilatæknina þeirra og hvað þeir eru að gera og hvernig þeir eru að Er hún eitthvað frábrigðin því sem að fólk kannski tileinka sér í dag? Þessi spilatækni? Já, hún náttúrulega er ekki klassísk og þetta er kannski ekki svona praktískasta leiðin held ég sem við myndum til í dag til að spila tónnin er ekki út frá mínum nútíma eyrum þá er þetta ekki fallegasti tónnin og það sem tónlistin er til þess að dansa við þá er hún heldur ekki svo besta til að hlusta af því að það er til dæmis meira vægi lagt í taktin heldur en í að spila frekar spila vitlausar nótur heldur en þetta takt þannig að það er bæði svona gildi en líka bara sjálflærið tækni og tækni sem er miðlað innan sveitar og svolítið, önnur nálgun. Nú er ég ekki fiðluleikari. Nei. Ég er klassískur gítarleikari, þannig ég get ekki sagt mikið hvernig á að spila á fiðlu. En það er alveg allt öðruvísi að spila, bara alveg eins og það er ólíkt að spila klassíska tónlist eða jazz, þá er þessi danstónlist líka með öðrum svona áherslum. Þannig að þetta er svolítið svona stórt verkefni, raunar, og alveg opaslega spennandi og við verðum á Vöku þjóðlistahátíð í september. Hátíðin verður 15. til 21. september, haldin í Kópavogi og þar verðum við meðal annars með námskeið og það er áhersla lögð á það að það þarf ekki að spila þessi lög á fiðlu þó svo að hann hafi verið fiðluleikari sem skrifaði, það er að spila þau á flautur og fiðlur, harmonikur og eiginlega hvaða hljóðfæri sem geta að spila laglínur og við verðum með tónleika 19. september og útgáfuhóf og þetta er svona þemaverkefni hátíðarinnar sem verður haldin í Hamraborginni. Frábært. En fyrir þau sem eru að hlusta og fylgjast með, hvar er hægt að nálgast ykkur og skoða upplýsingar um bókina? Já, það er hægt að fara á karolinafönd.com og þar eru danslög Jónasar og þar erum við búin að skrifa ansi svona góðan texta verkefnið á íslensku og ensku. Og þetta skoða myndbönd af Vegar að spila og síðan erum við á Facebook, TikTok, Instagram og YouTube og þar erum við að birta svona kynningarefni, fræðsluefni og Undir hvað nafni eru þið þar? Bara danslög Jónasar. Danslög Jónasar. Ég held að það sé alltaf við höfum tekið frá / danslög Jónasar á öllum þessum miðlum og þar eiga á næstu dögum eftir að birtast líka myndbönd af fleiri hljóðfæraleikurum að spila og fleiri hljóðfæri og svoleiðis. Skemmtilegt. Atli Freyr Hjaltason, þjóðfræðingur og svona menningar, hvað er það að kalla þið? Forkólf. Þakka kærlega fyrir að koma hingað að Rauðaborðinu og segja ykkur frá þessu skemmtilega verkefni og fara svona aðeins yfir íslenska menningu. Og á þeim nótum skulum við setja punkt við þennan þátt kvöldsins. Ég þakka þeim sem áhlýddu og horfðu á okkur í kvöld, samstarfsfólki mínu fyrir samstarfið í dag og öllum góðum gestum sem litu hér inn við í Bólholti. Ég bið ykkur að athugað að á samstæðum.is er hægt að gerast áskrifandi. Það er lítill hnappur sem einfaldlega stendur á áskrift og þannig getið þið stutt okkur hér þennan litla frjálsa fjölmiðil með stóra hjartað. Ég þakka kærlega fyrir mig og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.